Ég heiti Friðgeir og ég matreiðslumaður hérna á Galli Restaurant. Ég búinn að vera kokkur hérna síðan 2007 og reka eldhúsið. Ég var í Frakklandi í 5 ár á undan og eðlilega undir miklum frönskum áhrifum, þó svo ég að vinna með það hráefni sem mér næst. Að mínu mati held ég að öll Skandinavíu eigi sínar rætur að rekja í matreiðslu til Frakklands og þó svo að við séum komin með svona okkar touch og okkar look og influence sem kemur úr Skandinavíu þá eru ræturnar alltaf held ég til Frakklands. Það er að segja klassíska og eðlilega matreiðslu. Mér þykir ofboðslega gott að vinna með allt það hráefni sem ég hef, eins og segi, við hendina og að sjálfsögðu reynum við það. En ég horfi alltaf í gastrónomíuna og hugsa hvað er rétt og hvað er rangt áður en ég ber það fram það sem ég vil bera fram á diskum. Þannig að Frakkland er alltaf aftast í kollinum á mér og ég byggi allt á því. Matseðillinn 2016 í okkar húsi fyrir Goutte France. Við ætlum að vera með kóngakrabba, ravioli og þar náttúrulega erum við að leika okkur með hráefni sem við getum fundið hérna á Norðurlöndum og við Ísland. Næsti réttur verður þorskur. Við ætlum að vera með kálfabriss og síðan ætlum við að vera með svona risotto með frönskum truflusöpum. Þannig að þarna erum við kannski að tengja saman gamlar hefðir og franska matreiðslu, það er að segja frönsku truflurnar og íslenskan fisk og íslenskt hráefni. Með lambinn okkar ætlum við að vera með góðar ólívur beint frá Frakklandi og við ætlum að kannski að vera svolítið svona að leita til Suður-Frakklands með þennan rétt. Við ætlum að vera með okkar lambakjöt og allir kannski orðnir þreyttir á íslenska grænmetinu á þessum árstíma þar sem við erum búin að vera að borða sama grænmeti síðan í október. Þannig að þá langar við okkur að sækja svolítið hráefni til Frakklands eins og ólívurnar og bara það sem vex með sólinni. Þannig að það verður skemmtilegt. Við verðum síðan náttúrulega bara með íslenska góða osta og síðan förum við bara og leikum okkur með Valrhón og súkkulaði.